ég að gefa út bók og fyrst þegar við vorum að ákveða hvernig við ætlum að hafa bókina þá var ég svona vorum ekki alveg viss hvort þetta ætti bara að vera ég að segja frá öllum dögunum mínum, bara hvernig það var, allt saman. En svo ákveðum við bara að hafa þetta frekar bara myndabók. En ég ætla að lesa hans fyrir ykkur hvernig dagurinn minn var. Það að lesa frá degi 3 vegna þess að það var erfiðasti dagurinn. Dagurinn sem ég held ég myndi deyja. Eins og dagur 2 var góður og ég hafði vonast til að hinir dagarnir myndi verða eins og sá, reyndist dagur 3 vera akkurat andstæðan. Dagur 3 var einn af mínum verstu dögum. Við vöknum og í morgunmat fáum við hrísgrjónagraut sem var alls ekki svo slæmur. En spennan fyrir deginum var svo mikil, ég hafði ekki mikla lyst. Við förum upp á línu og ég bið fljótan hest og ég láti hann hafa jarpan. Hirðingi fer á bak á honum og það nú aðeins læti í honum. En það ekki tími til að skipta, hópurinn sem ég var búin að fylgja var að leggja stað og ég vildi fylgja honum því þetta var hörkuhópur og ég vissi að ég myndi fylgja þeim myndi ég ná langt í keppninni. Við förum að stað og þá fékk ég það sem ég var búin að óska eftir, fljótan hest nema það þessi snar geðveikur. Hann blindríkur á stað og algjörlega stjórnlaus. Svolítið óþægileg tilfinning, niður hóla og hæðir. Ég get ekki skoða GPS-in meðan ég á þessari ferð, en að halda mér á baki. Og ég fremst og ég alltaf að kíkja aftur fyrir mig til að sjá hvert hinn að fara, hvort ég sé að fara í rétt átt. Eða réttar sagt hvort hann sé að það er rétt átt, því hann óð bara eitthvert. Ég hafði engan tíma til að snúa við og skipta hest, því þá myndi ég missa hópnum. Ég verði að láta mig hafa það. Ég vonast til að hann myndi róast eftir einhverja x kilometra og hann lagaðist aðeins með tímanum, en var samt drullu tæpur alla leiðina. Ég gat ekki beðið að komast af honum. Ég hékk á honum í 3 tíma og var ég fegin að sjá næstu stöð og komast af honum. Þarna er ég alveg búin eftir hann, þvílík orka sem þetta tók af manni. Ég fékk eitthvað skrítið væpa á þessari stöð, hirðingjarnir voru alveg sérstaklega óliðlegir og fúlir. Ég fæ nýjan hest rauðskjóttan, við förum af stað. Við fetum lengi vegna sem við erum að bíða eftir strákunum sem ætla aldrei að koma. Þegar þeir loksins koma, segja þeir hafi verið svona lengi vegna þess þeir hafi þrisvar þurft að skipta hest því þeir hræktu allir af stað og voru kolklikkaðir. Þeir sögðu þeir héldu hirðingjarnir hefðu verið að stríða þeim og láta það hafa verst og hættulegustu hestana og voru þeir að vonum alveg hundfúlir. En það þekkist í þessari keppni að strákarnir séu stundum látnir fá erfiðustu og hættulegustu hestana því að sitja hrekki vel er merki karlmennsku. Við förum af stað og fyrst virka hesturinn minn bara ágætur, hann er alltaf mjög sterkur og fljótur. Svo með tímanum þá versnar hann. Þegar við erum meira en hálfnuð byrjar hann að blindrjúka eins og hinn hesturinn undan. Það kom mér á óvart því ég hafi haldið að hann myndi frekar rjúka fyrst en ekki þegar líður á og hann er búinn að losa fullt af orku. Ekki nóg með það, kona sem reið með okkur í hópnum er að hesti sem engarlega þolir ekki. Því minn byrjar að ráðast á hann. Hann setur eyrun aftur og stekkur á hann og reynir að bíta hann. Og ég get ekkert gerst. Hann er stjórnlaus og svarar engu í beisli. Hann hleypur þessum hesti ekki fram fyrir sig og ef hún reið fram úr mér þá tók hann að rás fram úr honum. Ég gat ekkert gert nema öskrað og vara hann við þegar hann stefndi á hana. Við ríðum fram hjá villahestastóði og hvað gerir minn? Hann hleypur úr hópnum og æðir inn í villistóðið. Ég reyni að tjónka við honum en það gerist lítið. Loksins kem ég honum úr stóðinu og inn í hópinn aftur. Ég gat ekki beðið að komast að þessum hesti líka. Þá var ég komin á næstu stöð. Ég lifði þetta af, 3,5 tími á þessum geðsjúklingi. Skjóni var hundlegri dýlæknisskoðun en hann var í lagi. Núna er ég alveg örmagna úr þreytu. 6 til 7 tímar á rokum á dag, og þá meina ég líka rokum, tekur mjög á andlega og líkamlega. Ég bið rólegan hest næst því ég get ekki meiri rokur og vitleysing í dag. Ég láti hann hafa gráan hest og mér sagt hann sé fínn. Ég sest inn í tjald og fæði mér að borða og mér líður eins og vörubíll grafa og traktor hafi keyrt yfir mig. Allir í einu og svo bakkaði yfir mig líka. Við verðum að halda áfram, við förum á bak og fyrst sinn virkar minn bara fínn. En svo þegar við erum komin af afleikaranum og á veginn, þá blindríkur hann. Og nei, ég get ekki meira. 3. hesturinn sem ríkur í dag. Hvað varðum alltaf góðu hestana eins og í gær? Vegurinn skiptist í tvennt og ég reyni að stýra honum til vinstri vegna þess hægri myndi leið út á Malbiksveg þar sem er bílaumferð. Hann blindhleypur svo lengi, ég held að hann ætlaði aldrei að hægja á sér.
Hópurinn beið ekki eftir neinum enda ætluðu þau sér að vinna. Þau riðu rétta átt sem var yfir Malbiksveginn. Ég var búin að missa hópnum. Ég hugsaði út í hvort ég ætti að henda mér af. Það samt áhætta. Ég gæti slasast og ég ætti að labba aftur og næst á stöðina og hún var sem betur fer ekki langt frá. En ég tolli einhvern veginn á. Hann búinn að rjúka ég veit ekki hvað lengi, en þeir sem hafa lent í rokum vita að hálf mínúta roka virðist heil eilífð. Þetta var miklu lengur en hálf mínúta. Loksins róast hann og ég ennþá á. Átti ég að reyna að ná hópnum og vonast til að hann róast með tímanum eða á ég að skipta hest. Ég ákvað að skipta hest því ég gat ekki meira brjálaði þennan dag. Hinir tveir á undan voru alveg nóg. Ég var svo þreytt að þetta var ekki þreyta heldur örmögnun og bugun. Ég feta honum upp í stöðina aftur, en hann var samt ekki alveg búinn að ná sér niður þannig ég þurfti sveigja hann hægri vinstri til að reyna að hafa einhverja stjórn. Ég kem og segi við hirðingina á ensku hvað djöfulinn væri að hugsa. Ég hafði beðið rólegan hest og þið létu mig hafa geðsjúkling. Auðvitað skildi þér ekkert og ég vissi það alveg. Þeir hlæja bara. Ég segi við þá að þetta sé ekkert grín þessi spurning líf fólks eða geti drepist á þessum hesti. Þeir skilja þetta ekki, en ég þurfti bara samt að tjá mig það. Dýrlæknirinn kemur og segja henni hvað hafði gerst og meðan ég útskýra fyrir henni hvað hafði gerst þá brotna ég algjörlega niður. Ég byrja að gráta og tárin fossa niður. Ég grét bara af þreytu. Ég var búin á því og engin orka eftir. Ég var búin að vera í blindrokum í heilan dag. Það meira en flestir þola. Ég var líka svo miður mín að hafa mistað hópnum, átti ég núna að ríða ein. Dýralæknirinn sem yndislega tekur utan að hugga mig. Hún gefur mér eplasafa í flösku sem ég stúta á hálfri mínútu. Ég var svo þyrst og sleikjó. En ég varð að halda áfram. Þó ég var búin á því og átti ekkert eftir, datt mér ekki í hug að hætta að stoppa á þessu stöð. Þeir láta mig hafa annan hest rauðan og segja hann sé pottþéttur. Ég veit ekki alveg hvort ég treysti þeim lengur samt. Tvær bandarískar konur sem voru fyrir aftan okkur koma og ég ríð með þeim af stað. Það er blind hleypa af stað og minn hleypur með en ég finn hann öruggar en hinir. Ég samt get ekki með hleypingar í dag og líður orðið illa á þessari hröðu ferð. Þessi hestur reyndist ágætur nema það að hann var alltaf að reyna að snúa við með mig. Hann sneri alltaf við til vinstri en sem betur fyrir rauk hann ekki tilbaka. Það var samt erfitt að djónka við honum þar sem hann kunni ekkert á beislið. Já, ég ætla bara að stoppa hér vegna þess að þetta er svolítið langt. En fyrst ég gat ekki sýnt myndbandið þá fannst mér bara ágætt að lesa hans úr einum deginum hjá mér. En eru þið með einhverjar spurningar eða eitthvað varðandi Mongólíu ferðina eða þolræðar eða kappræðar eða eitthvað? Ein spurning, takk fyrir þetta gott leiðið og skemmtilegt. Svona miðaværi, hvernig þessi hestur miðað við íslenska hestur? Hvernig hefði íslenski hestur í dugað miðað við það? Sko, hann hefði ekki dugað helminginn. Sko, þolið í þessum hestum er alveg rosalegt. Og þeir eru, náttúrulega þetta er forfæri íslenska hestsins og við getum verið stolt af því, getið þið sagt ykkur. Þetta er svipustæðar, svipubygging nema þeir eru styttri, með styttri háls og fætur og allir svona kubbslegir einhvern veginn. Gæti verið að séu svolítið eins og íslenski hesturinn var fyrir 100 árum. En hvað varðar þol og svona þá er þetta bara ekki sambærilegt. Þetta er sko að þeir eru að fara sumir 40 km á dag á 60 km hraða á klukkustund, sumir það. Og þeir blása ykkur nös þegar þeir eru komnir og hægja ekkert á sér og hjartslátturinn er kannski 50 sem er rosalega lág. Þetta var þetta misjafnt en sumir voru svona sterkir. Þannig að þetta eru ótrúlegustu dýr sem ég hef séð. Þeir eru svona svipaða stærð, kannski aðeins minni sumir, en samt bara svipuð stærð. Og fæturnir eru svo sterkir hófar og karakterinn geðslega mjög líkt íslenska og þetta var ekkert svo frábrigðið að vera bara á fáránlega hröðum íslenskum hesti. Eru fleiri spurningar? Já, kannski er það bara fyrir unga 40 kíló hnappa eða þetta þú kannski mjög? Nei, það er allir aldur sem að má taka þátt. Það var ein sem kláraði í ár, 61 árs, hún var í 10. sæti. Þannig að hún var alveg rosa hörð, en það má ekki vera meira en 85 kíló með bakpoka.
rosalega aftur. Þetta, sko, þegar þetta var nýbúið og maður svo feginn að þetta var búið og svona léttistilfinning og maður var bara svo þakklátur fyrir að vera á lífi. En svo einhvern veginn, við vorum öll þannig, bara einn sagði mér að það er frægur, þekktur breskur veðurhlaupaknapp, hann sagði ég ætla aldrei eftir að hestbak. Og en svo líði nokkur daga og svo vorum við verið bara já, þetta var nú rosalega gaman og hvað, ég var að fara einhvern veginn aftur og allir bara svona já. En ég myndi alveg vilja að gera þetta aftur, kannski ekki á næsta ári, en ég ætla alltaf einhvern tímann aftur til Mongólíu og þeysa þannig það er alveg pottþétt sko, og svo verður maður rosalega háður spenninni. Þannig að, já. Ég náttúrulega var í kappreiðunum í gamla daga, þannig að veðriðanum sem voru sýndar hana á sín og eitthvað svona. Það var náttúrulega þannig að ég byrjaði að hleypa, hvað var ég ekki 16 eða eitthvað. Þegar alltaf stekkarkappreiðunum voru alltaf á vindheimilum og allt þetta. Þá var ég keppandi og mér fannst þetta er fáránlega gaman sko. Já. Mér langar að vita hérna hvað kostar svona dæmi, þátttökugjald og bara umgjörð? Þetta er rosalega dýrt sko. Þátttökugjaldið í Mongol Derby var 1,5 milljón. Og hérna, maður svona var alveg bara, en svo þegar ég var komin út þá sá ég alveg, ég skildi alveg okkur þetta var dýrt. Ég skildi að þetta kostar rosalega að setja upp svona dæmi. Þannig að mér varst það bara, já. Já. Hæ, Anita. Hæ. Það byrjaði með. Gangtegundar þeir í þessum hesti, þeir eru flugum voru náttúrulega stökkið þeir. Jú, brokkastökki aðalega, jú. Já. Þeir eru með tölta skeið þessi hestar. Ég lenti einu sinni að lullara. Og hérna, það kom heyrðingi til mér og túlkurinn kom til mér og sagði hún finnst þú svo þreytuleg, þessi er þægilegri en hinir. Og svo fór ég að baka það að lulla hann bara, hann sagði mér bara tók í tauminn og þá myndi hann lulla og það myndi fara betur með mig. Já, þeir eru margir með allar gangtegundir. Já, þeir hérna, það var nokkur knæpar sem voru að lenda á tölt. Það er einhvern að ótemja. Er þetta ótamdir hestar eða svona, eins og við höfum ekki alltaf að rekja þetta sem ekki var eitthvað dæmi? Sko, þeir eru rosalega lítið tamdir. Þetta eru hálfgerðir ótemjur. Sko, tamningaræfinn þarna úti er engin. Það er bara sett nakkabeisla á og svo bara farið af stað. Það er engin undirbúningur eða neitt svoleiðis. Og þetta er fyrir þeim, þessum mongólum, þetta er bara djók sko, þetta af í hrekkjum, þetta er bara fyndið og þeir eru nakklausir og hjálmlausir og skólausir að temja og þannig að sko það er alltaf misjafnt á hvernig hestur við lenti. Sumir voru kannski alveg svolítið riðinir og svo voru sumir sem voru kannski bara búið að fara nokkuð sinnum á það á bak ævina og svo sumir voru kannski bara búið að ríða 2 og 3 á árinu, þannig að þeir voru líka margir sko, þegar maður var að lenda í þessum rokum, það var nú alveg vissum að margir voru bara stútfullir af orku. En eins og þetta kann ekkert að beisli, það er ekki varla hægt að beygja þetta eða stoppa neitt, þeir eru samt misjafnir, sumir betri en aðrir, en enginn góður. Það er brosmúll og samkýr og... Já, það er allt leyfilegt í Mongól. Við vorum með mongólsbeisli, sem er hérna, ég veit ekki alveg hvernig að lýsa það er svolítið grottaralegt sko. Það er rosalega langt upp í þeim. Svo vorum við með sérstaklega þolreiðanakka sem eru búnir til í Suður-Afríku og ég fekk senda en glænýjan frá Suður-Afríku heim til Íslands að æfa með á áður en ég fór út. Þannig að það skiptir svolítið mjög máli að vera ekki að fara í nýjan nakk í 1000 kilometra. Og hann var samt vondur, hann var grjótharður og engin stuðningur fyrir hnén og ekki svona alveg sem hann var vanur. En ég var samt orðin vön honum og ég var svona, þannig að þetta var ekki svona nýtt fyrir mér. Máttu ekki fara út með minnisnakka hérna? Nei, mátti það ekki. En er folið í þessum hestum þá svona eðlis? Já, þetta er bara í blóðinu. Já, þeir eru ekki þjálfaðir sem sagt? Nei, þeir eru nefnilega ekkert mikið þjálfaðir. Og þegar þeim er riðið, þá, sko, þeir ríða ekki hægt mongólarnir, þeir eru bara að fara bak og svo bara blind hleypa þér. Þeir eru bara á fullir ferð á stökki, bara, ég veit ekki hvað mörgum kílómetra. Þannig að þetta er komið náttúrulega í blóðið, það er búið að ríða þeim svona frá því 1200 eða eitthvað. Þannig að þetta er bara komið í blóðið hjá þeim. Gengis Khan reið svona með sínum mönnum og þess að veit ekki hvað hann er, einn blóðugasti stríðsmaður sem upp hefur verið og hann reið svona stöð frá stöð eins og við gerðum hann úti. Þannig að þetta er bara sem er búið að þróast í kyni og þetta er bara í þeirra eðli. En já, ég held ég að ekki tíma fyrir meira, ég þakka bara fyrir mig.